Já, góður hlustendur, velkomin að Rauða borðinu á þessum drottningsdegi. Í kvöld ætlum við að ræða samsæriskenningar og áhrif þeirra á stjórnmálin og ástæðan sú að fyrir skömmu síðan, svona 10 dögum eða svo, þá vorum við með þáttum erlend málefni, ferðumst heiminn frá Bandaríkjunum til Kína og komum við í löndum Íslam og Evrópu á leiðinni. Og í lok þess þáttar þá kom upp þessi hugmynd að kannski ættum við að ræða þetta nánar og ástæðan sú að svona stjórnmála umræðan í mörgum löndum hefur einkennst svona undanfarna áratugi, kannski alltaf, ég veit ekki, kemur í ljós á eftir, af svona ýmis svona samsæriskenningum og kannski ekki alltaf byggð á svona vitrænum grunni eða þekkingu. Til að ræða þetta í kvöld hingað komin Hulda Þórisdóttir sem er dósent í stjórnmálafræði og hefur meðal annars skoðað þessi mál, samsæriskenningar og áhrif þeirra á stjórnmálin og umræðuna. En hérna líka fulltrúar þeirra sem sátu hérna í síðasta þætti og ræddum erlend málefni, Guðmundur Auðunsson hagfræðingur sem í London og Helgi Steinar Gunnlaugsson sem stjórnmálafræðingur og menntaður í Kína. Verið öll velkomin. Má ég kannski byrja á þér, Hulda, og spyrja hvað er þetta sem við erum að fara að ræða? Samsæriskenningar. Er það fólk sem er með almjög pappishatt og trúir að jörðin sé flöt eða er þetta kannski svona stærra atriði í stjórnmálaumræðinni í dag? Já, sumir eru með alpappishatt og enn fleiri trúa því að jörðin sé flöt en báðir þessir hópar eru í miklu minnihluta. Samsæriskenningar eru eitt af þessum hugtökum sem er félagsvísinda fólk og væntanlega heimspekingar og aðrir hafa unnið að deilum nákvæmlega hvernig á að skilgreina og það fyrir kannski svolítið eftir hvernig út að nálgast viðfangsefni sem fræðimaður. En það má segja að samsæriskenning er kenning að tveir eða fleiri, það er ekkert samsærið út einn, tveir eða fleiri aðilar séu með ráðabrugg sem að þeir ljúga að öðrum eða þá yfirleitt almenningi og ráðabruggi hagnast þeim með það byrjunni bitnar almenningi og það er samsæriskenning en ekki samsæri vegna þess að hún er enn ósönnuð. Samsæriskenningin enn ósönnuð. Auðvitað eru samsæriskenningar mjög mistrúverðugar, sumar algjörlega fáránlegar, aðrar hreint ekki óskynsamlegar ef þú til dæmis býrð í landi þar sem spilling er mikil og samsæri er hversdagslegt brauð. Þannig að það þarf að vera fleiri en einn, þeir þurfa að vera að skipuleggja eitthvað sem þeir græða á, aðrir tapa á og það er ósannað. Þetta eru ekki með dæmi svo ég auðvitað með að tengja þetta við eitthvað sem er í hausnum. Komdu með dæmi fáránlega samsæriskenningu og komdu svo með dæmi aðra sem er kannski ekki svo fáránlega. Dæmi fáránlega samsæriskenningu er væntanlega að eðlu fólk stjórni í raun heiminum, að flestir áhrifavaldar heimsins séu í raun dulbúnar eðlur. Það myndi ég án efa setja undir fáránlegt. Minna fáránleg samsæriskenning er kannski að einhverjir bankar hafi setið setja á svikstólum, hvað heitir það, og ákveða að láta Ísland falla í efnahagshruninu. Það hefur verið meðvituð ákvörðun, sem nefnist sem dæmi. En svo getum við náttúrulega talað alvöru samsæri. Alvöru samsæri er oft svona dæmi tekið á Watergate. Það sem sannarlega var samsæri að brjótast inn í höfuðstöðu demókrataflokksins og leyna því, en í því skyni að klekkja á demókratum. En hefur þetta haft meiri áhrif svona undanförnum árum og áratugum á stjórnmál okkar heimshluta eða hefur þetta alltaf verið svona hluti af því en bara kannski kemur upp á yfirborðið þegar að neti kemur og kannski svona umræður á meðal almennings verða sýnilegri? Já, flestir sérfræðingar held ég myndi taka undir þetta síðara. Og þær hafa alltaf verið til og þær hafi kannski ekki endilega orðið algengari heldur sýnilegri. En ég skal ekki fullyrða að við erum ekki með áreiðanleg gögn segjum fyrir síðastliðin svona örfá ár í samanburðar til þess að bera saman vegna þess að
við náttúrulega sjáum, maður náttúrulega svolítið uppnámi núna eftir að hafa séð raunveruleg áhrif samsæriskenninga eins og í Bandaríkjunum síðustu viku, en samsæriskenninga, sko, það má eiginlega svolítið segja svona móðir allra samsæriskenninga, þetta hafa verið til í einhverjum formum út allt, en svona þessum sem við þekkjum. Það þessi samsæriskenning að gyðingar séu í raun ráði heiminum eða minnst að kosti vilji ráða heiminum. Og hefur verið fölsuð skjöl, the Protocols of the Elders of Zion, það var örugglega verið þýtt á íslensku, ég þekki því miður ekki íslensku þýðinguna, sem var falsað skjal, eða bók, svona lítið rit, sem átti að sýna fram á að gyðingar væru að leggja á ráðunum að sölsundi séu öll völd í heiminum. Og svona annað tengt þessu þá líka frímúrarar sem að hafa mjög lengi verið viðlögandi. Það hefur oft verið svona aðeins utanaðkomandi hópar og hópar sem hafa kannski verið vel stæðir, en alveg merkilega mikið loðað alla tíð við gyðinga. Og það mjög gamalt og það var gerð rannsókn það sem var reynt að leggja mat á, til dæmis það voru skoðuð öll innsend bréf til New York Times frá á 100 ára tímabili til þess að reyna eða öll byrt bréf, nú man ég ekki allt inn í svipinn nákvæmlega hvernig það var valið, en það var hansi flott rannsókn, það sem var hreinlega bara talið virðist vera aukinn þungi í umræðu samsæriskenningar á einhverjum tíma og þá sérstaklega kannski núna með tímanum, og það var ekki, en sú rannsókn náði ekki til ársins 2020, ég heldur að náði til ársins 2010. Þannig þetta bara fyrirbrigði sem bara viðgangandi. Það ekki meira á krepputímum, ekki meira á tímum þar sem svona átök í stjórnmálunum, ekki meira þegar rætt að elítustjórnmálin, að það sé ekki verið að stjórna í takt við vilja lýðsins, heldur þetta bara, þetta frekar eins og þessi persónugalli þeirra sem að halda frá samsæriskenningunum, sem genískur, frekar heldur félagslegar breytur í þessu. Nei, ég myndi ekki taka undir þetta. Vegna þess að sko, þetta breytist, þetta náttúrulega undirrót samsæriskenninga vantraust og að upplifa sem þú treystir ekki yfirvöldum og þú treystir kannski hvorki hæfni þeirra, en þó enn fremur treystir þeim ekki til að bera hagsmuni þína fyrir brjósti, og það auðvitað mjög misjafnt eftir bæði samfélagshópum og eftir samfélögum og auðvitað eftir skeiðum innan þeirra samfélaga. Við vitum til dæmis í Bandaríkjunum að sá samfélagshópur sem í bara svona skoðanakönnunum sem hefur hvað mest trú á samsæriskenningum, það eru svartir í Bandaríkjunum. Og af hverju skyldi það nú vera? Jú, þeir eiga náttúrulega ekkert sérstaklega farsæla sögu að baki í samskiptum sínum með yfirvöld. Það sem það náttúrulega mjög oft verið mjög illa að fara með þá, í leyni, skulum við segja, nota þessum tilraunadýr í læknarannsóknum og svo framvegis. Þannig að það alls ekki að segja að það sé persónugalli að trú að vera svartur í Bandaríkjunum og svona gefa nú sumum samsæriskenningum undir fótinn. Og eins og ég sagði áðan, líka þú býrð í löndum þar sem viðgengst mikil spilling, tökum bara Rússland, það ekki hægt að segja þessi persónugalli að aðhylla samsæriskenningar í Rússlandi. Það ekki hægt að merkja að breytist með tímanum, þannig að þetta viðloðandi. Ekki þessari tilteknu rannsókn fyrir New York Times með þessari afmörkuðu, en við höfum náttúrulega ekki skoðana, við höfum ekki áræðanlegan mælikvarða á hvort þetta hefur aukist yfir tíma. Þannig að það mjög erfitt að svara þeirra spurningu og það eru margir að veltinu fyrir sér. En það ekki gott svar við því í rauninni. Eitt sem ég hugsa þegar að tala, þá að því að við tölum samsæriskenningur, það geta verið bara algjör þvæla, en það geta líka verið bara eðlilegt mat á samfélaginu. Og kannski óheppilegt að vera að fjalla það þannig, því að kannski þeirra smá lögmæti stjórnvalda fellur eins og í hruninu á Íslandi, eins og gagnvart afstaða svartra í Bandaríkjunum gagnvart yfirvaldinu þar, að þá bara miklu meira af réttlætanlegum samsæriskenningum í gangi, á meðan að kannski þú með annan tíma þar sem fólk tegir sér svona lengra í þessu, þannig að
Já, og á hverjum tíma eru náttúrulega trúverðugar samsæriskenningar í gangi. Ég tók þessa furðulegu með eðlufólkið og þú veist þannig að ef að jörðin sé flöt eða eitthvað þess áttar sem maður bara með maður á sjálfi miklu auðveldara með að skilja þó. Ég sé alls ekki eina af þeim. Auðveldara með að skilja að fólk treysti ekki bólusetningum og dragi heiðarleika lyfjafyrirtækjanna í efa. Það er á allt öðrum stað heldur en að tala eðlufólk að jörðin sé flöt. En hérna á Íslandi, hefur þetta verið rannsakað hér? Hér er náttúrulega því að vera að tala svona traust á stjórnvöldum að þá til dæmis traust á þjóðþinginu og Íslandi kannski bara þriðjungurinn af því sem er á Norðurlöndunum, það sem er kannski 60-70%, vel hærra, en hérna getur það dottið niður fyrir 20%. Eru við þá hafa samsæriskenningar réttarrangar meiri áhrif á íslenska stjórnmálaumræðu heldur en í Skandinavíu? Það veit ég ekki, en ég veit aftur að ég og kollegi minn Eiríkur Bergmann, við höfum aðeins verið að í rauninni meira í svona upplýstu kaffihúsaspjalli við hvort annað og suma aðra að reyna að velta þessu fyrir okkur í íslensku samhengi og tala við þá sem muna tímana tenna íslensku pólitík og svona og sko það er ekki mikið alíslenskar samsæriskenningar. Nei, í íslensku pólitík. Það eru svona alls konar sem hafa komið og farið, sem kannski hafa, eins og við töluðum við mann sem var mjög heitur, hægri maður á tímum kalda stríðsins, hann sagði að hann alltaf allt vaðandi í vantrausti á milli okkar og helvítis kommana, þú veist, og endalausar náttúrulega grunuðum þá endalaust einhver samsæri og þau okkur. En það er ekkert sem einhver getur nefnt í dag sem er kannski 25 ára, nema sé því mun betur að sér í íslensku stjórnmálasögu. Það voru náttúrulega, Sigmundur Davíð, hann náttúrulega talaði svolítið samsæriskenningar í kjölfar hrunsins. Hann talaði að það hefði verið öfl að reyna að fá hann til að fara á leynifund með sér og þess að það. En annars það virðist ekki vera, ég tek því fagnandi ef þið getið leiðrétt mig hér, og upprætt mig eitthvað íslenskum samsæriskenningum. Aftur á móti höfum við svona eitthvað aðeins af gögnum þar sem er verið að spyrja svona í spurningakönnunum íslenskan almenning bara hversu mikið þeir aðhyllast svona, við skulum segja, bandarísku samsæriskenningar. Að 11. september hafi verið með öðrum hætti að undirlagi ríkisstjórnarinnar, að JF Kennedy hafi verið drepinn af CIA eða ekki alls komandi grafar, sem er kannski svo sem augljóst, ekki alls komandi grafar, en aðalega eins og með 11. september, kannski tunglendingin, hún hefði verið sviðsett, en við sjáum þar, sérstaklega með 11. september, að það er nokkuð stór hluti af Íslendingum sem að gefur þeirri samsæriskenningu rækilega undir fótinn og við vorum með sambærileg gögn. Það var spurningin ekki orðin nákvæmlega eins, það er alltaf aðeins erfitt að negla þannig, það getur skipt mjög miklu máli, en við sáum að svo virtist sem að Íslendingar væru jafnvel meira opnir fyrir til dæmis 11. september samsæriskenningunni heldur en fólk á Norðurlöndunum. Það svo sem hvort sem það er vegna þess að við erum undir meiri áhrifum frá amerískum kúltúr eða hvort að það er einhvern veginn runnu undan rót þess að við treystum íslenskum stjórnvöldum síður og þar af treystum við ekki erlendum stjórnvöldum. Það er erfitt að segja, ég hef ekki runni kafa svo djúpt. Það er náttúrulega, þú nefndir hann áðan ég myndi segja árósir hægrisins á sósíalista á síðustu öld, þar sem að var raunverulega öll sósíalísk barátta, verkalýðsbarátta og barátta fyrir réttindum og bættum lífskjörum almennings var lituð sem svona samsæri erlendra heimsvald sem ætti að koma hér að störfum, að það væri allt svona yfirvald. Mér finnst það að vera svolítið svona, kannski er ég ómikið til vinstri til þess að mér finnst það að vera meira svolítið hægri. Þú nefndi ekki sem Davíð, hann talaði að í tengslu við þetta sem þú ert að segja áðan, að lengi vel á eftir var hann að saka hina á þessu stjórnmálamenn að vera að ganga erinda hrægammasjóðana, að þeir sem ekki voru sammálunum voru eiginlega handbendi erlendra afla. Ég man það þegar ég tók þátt í að hjálpa fólki við að bjóða fram í Eflingu, að þá hélt Björn Bjarnason fram að þetta væri trix hjá mér til þess að komast ná undir með 3 milljörðum af sjóðum Eflingar.
Mér finnst svona hægrið ofta eiga stutt í þeir eru fljótari upp með byssuna, í samsærisbyssuna. Já, Er hægt að skoða það þannig? Hafa verið flokkar hægri og vinstri samsæriskenningar? Já, það er hægt, sko, það er náttúrulega miklu meira gögnum þetta til frá Bandaríkjunum heldur nokkuð tímann Íslandi. Og ég eiginlega bara vil varla tala þessi litlu gögn sem ég frá Íslandi það lítil að ég eiginlega tristi mér ekki til að segja það. En í Bandaríkjunum leikur enginn vafi á því að samsæriskenningar eru algengari til hægri heldur en vinstri. Og hverju svo sem er að kenna, og það er ekki bara eins og með samsæriskenningar sem kannski hafa stundum svona verið tengdar við vinstrið eins og bólusetningar. Að telja, já, það sé, bólusetningar, það er alls konar útgáfur af því, en með einum öðrum hætti sé það eitthvað samsæri lyfjafyrirtækjanna. Hún til dæmis verið tengt við vinstrið, já, á móti stórum alþjóðafyrirtækjum og svoleiðis, en sú samsæriskenning alveg jafn algeng, ef ekki algengari, hægra megin, heldur en vinstra megin. Ég tek hana til hægri, þetta svona nýaldar hugsun, þetta sem að eiginlega svona undanfari nýfrjálshyggjunnar, svona, ég tengi þetta meira við þann hóp, sko, sem eiginlega uppgjöf hippana við vinstrinu, þá færðast þeir og fara bara að reyna að breyta sjálfum sér og mér finnst þetta tengjast meira allavega það fólk sem ég þekki sem aðeins þetta meira svona, væri líklegra til þess að rekast á í svetti heldur en á fundum hjá sósíalistum til dæmis. Það ekki, fara sósíalistar ekki í svett? Nei, það náttúrulega sniðmengið annað, en ég sagði bara að það væri líklegra að finna þetta þeim megin. En svo það líka, sko, bara almennt fólk sem upplifir sig á jaðrinum í pólitík, lengst á jaðrinum, og þar með eiginlega svona fyrir utan, þá náttúrulega, hvað einkennir það fólk? Jú, það finnur svo ekki í meginstraumnum, það mögulega vantreystir yfirvöldum frekar, og þannig að þar með það fólk líka líklegra til þess að trúa samsælskenningum. Þannig að þú hefur bæði það, sko, þeir sem eru lengst á jaðrinum, en samt að það meira hægra megin heldur en vinstra megin. Minnst okkar í Bandaríkjunum, og nú þurfum við og það vitum við að það ekki að heimfara bandarískt hægri vinstri bara yfir á íslenskt hægri vinstri. Þannig að við skulum tala saman eftir ár því ég er búin að skoða þetta betur á Íslandi. Já. Ok, en áhrifin á stjórnmálin, hefur verið reynt að meta það, nú erum við með eitthvað svona opinbera stjórnmálumræðu, þannig að Bandaríkjunum þá hún náttúrulega orðin svo það eiginlega varla hægt að tala hennar lengur af því hún bara í sikkur á horninu, hún hittist aldrei en svona í venjulegu samfélagi erum við með það og við myndum ætla það að þar væri fólk svona að meta kosti og fólk að leggja fram skoðanir og afstöðu og það væri svona átök í gangi og svo væri svona borgararnir að hlusta á og taka afstöðu með, þannig ætti lýðræðislegt samfélag að virka. En það kannski þannig að undir þessu öllu saman kannski eitthvað svona einhver elfur samsæriskenninga sem að kannski ræðu miklu meira afstöðu fólks þegar til þess kemur að kosningum heldur en kannski svo umræða sem á yfirborðinu. Já, þetta veit ég ekki að það verið rannsakað sérstaklega. Ekki, þetta er rannsóknarspurning. Nei, sko, kannski erfitt að aðgerðabinda eins og við segjum í félagsvísindunum, en ég skal ekki segja til það, sko. Það er náttúrulega svolítið algengt samt að samsæriskenningar, þær eru oft svolítið á jaðrinum. Þær yfirleitt ekki fólki sem situr við hljóðnumann. Nema, náttúrulega Alex Jones og eitthvað og með alveg sérstakann útvarpsþátt og svo framvegis, en þannig að sko, það kannski ekki endilega raddir sem hinga til að komið svo augljóslega komið sér augljóslega á framfæri. Það er náttúrulega það sem samfélagsmiðlar hafa breytt að sjálfsögðu. Þess vegna það svona ábyrgðandi. Þannig að ég veit ekki hversu miklu þær hafa skipt í pólitíkinga til. Þú kannski hugsa eitthvað ákveð. Ég meina það er náttúrulega bara almennt á vantraust þess að við förum aftur í kalda stríðið á Íslandi. Það er náttúrulega bara almennt, já, þú veist, þeir eru fjármagnaðir af Washington og þeir eru fjármagnaðir af, ég veit ekki hverju, Moskvu eða eitthvað. Þú veist, það þannig. Ég held að þannig hafa nú ekki verið á Íslandi undanfarin ár, en auðvitað eru alls konar smærri samsæri, endalausar samsæriskenningar, ég meina ef maður þekki fólk í pólitík eða viðskiptum, auðvitað, og það eru auðvitað endalaus samsæri í gangi. Fólk tala sér saman og tekur ákvarðanir og það ætla að styðja þennan og ekki hinn og svo framvegis. Og þakka niður í þessum og hinum með því að gera bara, já, hann og alls konar í gangi. Leyfa þeim ekki að komast að og ég meina,
sjálfsög, þetta náttúrulega bara út allt í viðskiptum og stjórnum. Nú langar mig aðeins að spyrja hérna Guðmund og Helga og það kannski, þú svöruðir hvort ég hefði eitthvað ákveð í huga að ég hafði það ekki alveg þegar ég var að orða spurninguna en meðan ég hafði sleppt henni þá áttaði mig á einu sem eiginlega frá Brexit. Það voru umræður kosti og galla svona á yfirborðinu en svo kannski undir niðri var ákvarðanir teknar okkur öðru. Það var til dæmis mjög fræg auglýsing það sem var mynd af hópi sem átti að vera Tyrkir, ég man ekki alveg hvaða myndi var fengin sem átti að vera að streyma inn til Bretlands sem að mörgum var talin að hafa bara haft meiri áhrif á afstöðuna í Brexit-kosningunum eftir náttúrulega á meginþorranum nógu mikið til að sveiflinni heldur en kannski 1000 kílómetra dagsendametrum. Hvað segir þú það, Guðmundur? Það oft talað Brexit þar sem að raunverulega ákvarðanir hafi verið teknar svona undir yfirborðinu á ósýnilegu debatti. Já, þetta er mjög góð punktur og ég held að eitt af lykilatriðunum sé það sem að Hulda var að segja að samsæri eru stanslaust í gangi og það eru dulin samsæri þannig að fólk, það er ákveðin tendens hjá fólki að líta á eða falla fyrir eins og maður segir samsæriskenningum. Þegar það kemur í Bretlandi hafa samsæriskenningar ekki verið orðið svo mjög mainstream eins og þeir hafa verið í Bandaríkjunum og má raun og veru að segja að samsæriskenningar keyri stjórnmáli sérstaklega á hægri vanginum í dag. En það sem gerðist við Brexit er það að það voru ákveðna svona samsæriskenningar sem tengdust það eru svona nokkra samsæriskenningar. Fyrst var það að það væri samsæriskenning sem að var kraumað undir og ýmsum útgáfum en það svona intellektual var kallað. Það samsæri hinnar svona kultúral marxísku elítu. Það að segja að það væri svona einhver elíta sem væri svona kultúramarxist og þeirra markmið væri það að grafa undan samfélaginu og hluti af þessu væri að búa til einhvers konar yfirstjórnlegt afl, taka valdið frá samfélaginu og í gegnum alls konar þætti, til dæmis réttindabaráttu samkynhneigða, grafund af fjölskyldunum með því að kvenfrelsi og feminismi að grafa undan hinu svona eðlilega fjölskyldumunstri sem fólk lifir yfir. Þannig að þetta hafði alltaf kraumað undir. Það sem gerist við Brexit að það verður svona perfect storm af svona mörgum svona jaðar samsæriskenningum sem koma saman og tengjast þessu. Það það að Evrópusambandið sé yfirþjóðlegt vald sem sé að reyna að taka yfir stjórnina heiminum. Þetta tengir svolítið svona svörtu þyrlunum sem að finnast í Bandaríkjunum, það að segja að Sameinuðu þjóðirnar séu að ætli sér að taka yfir heiminn og taka yfir Bandaríkin. Þannig að það var ein af þessum kenningum sem kom inn. Önnur sú að þessi stórhættulega cultural elita, globalistarnir, þeir séu ætli sér að grafa undan vestrænni menningu og vestrænni samfélög með því að flytja inn ókjör af innflytjendum. Með því að flytja inn þessa innflytjendur að þá sé verið að grafa undan kristilegu samfélagi og það sé beint markmið að gera þetta. Þetta sé gert í gegnum Evrópusambandi, gegnum innflytjendastefnu og svo framvegis. Þannig að þetta kemur inn í. Og þetta var alltaf að krauma í samfélaginu, það hafði verið lengi að krauma, en þetta kemur ákveðnu leyti upp á yfirborðið. Og þessi fræga mynd sem varst að taka, það var ákveðin kaldhæðni í, hún var mjög öflug. Það var sýndur stór hópur af flóttamönnum að fara í gegnum yfir girðingu ef ég man rétt. Í raun og veru hafði þetta ekkert með Evrópusambandið að gera. Vegna þess að þetta voru flóttamenn aðalega frá Sýrlandi sem voru að flýja og koma yfir frá Miðausturlöndum, frá Tyrklandi
og þetta var tengt tvennu, annars vegar innflytjend eða frjálsum innflutningi innan sambandsins, Evrópusambandsins, sem hafði þetta ekkert með flóttamenn frá Miðausturlöndum að gera, og hins vegar hræðslan það, meðan annars að forsætisráðherrann var að kyrja á þessu, að það væri markmiðið að Tyrkland færi inn í Evrópusambandi og þá myndu koma hérna 10 milljónir Tyrkja sem myndu vilja flytja til Bretlands. Þetta kemur allt saman og þarna komu þætti sem ég held að sé mjög mikilvægur, það að samsæriskenningarnar eru svona á sveimi og fljótandi í ýmsum kimum samfélagsins, en þarna koma þeir saman og það sem ég lít á það að það eru þegar að pólitíkusar, það eru margir pólitíkusar, það eru auðvitað pólitíkusar sem trúa þessum samsæriskenningum og síðan eru aðrir pólitíkusar sem að nýta sér þessar samsæriskenningar. Það segir mér til dæmis ekkert að Boris Johnson sem að forsætisráðherra sem að átti tyrkneskan afa, að hann sé skelfing og lostin yfir stórum hópi Tyrkja sem geta hvort ekki flutt innan Evrópusambandsins í dag, en á morgun verði þeir teknir inn og komi hérna í stóru stíl. Þetta var bara pólitísk notkun á samsæriskenningum og það held ég að tengi samsæriskenningum almennt í hinnum sögulegum samsæriskenningum og Hulda benti eðlilega á að eina magnaðasta samsæriskenning mannkynssögunnar, það hérna, eins og ég veit ekki íslenska þýðingu af því, þetta Protocols of Elders of Zion. Það má rekja þetta til líklega Breta upphaflega sem skrifaði grein eitthvað svona og bjóð til að þetta var sett sem alvöru samsæri og það að öldungar Síons hafi komið saman og þeir hafi ætlað að ná yfir sig heiminum og nota til þess ákveðin pólitísk tól. Þau sem voru talin sem mögnuðast af þessum tólum voru til dæmis bolsjevikisminn og kommunisminn væri hluti af þessu alheims samsæri gyðinga og á sama tíma voru það gyðingar sem voru framalega í einhverjum bönkum í Bandaríkjunum. Þetta var allt hluti af sama samsærinu eins fáránlega hljómar. En þarna fer þetta að spila alvöru hlutverk í pólitíkinni og þá oft þegar samsæriskenningar verða mainstream í pólitískur umræðu að þá getur margt gerst. Taka sem dæmi, það talið sannað að seinasti keisari Rússlands að hann hafi lesið þetta rit til enda og hann trúði þessu eins og nýju neti. Og það var alltaf hægt að ná meiri áhrifum en heldur þegar þú sannfærir einvald í landi það að það sé alheims samsæri í þessu tilfelli gyðinga. Og nasistarnir eins og frægt notuðu þessar kenningar líka og stundum erfitt að gera greinarmun á hvort þeir trúið þessu sjálfir eða hvort þeir eru að nýta þetta í pólitísku markmiði. Og ég held að þetta sé grundvallaratriði í dag, eins og við erum búin að vera að tala að það hafa ávallt verið svona samsæriskenningar hangandi og það í jaðrinum. Þær venjulega eru þar hættulausar, svona álpappís útgáfan, meira að segja kenningar flestar af þeim eru mjög hættulitlar eða hættulausar. En það þegar að það búið að búa til pólitískt kerfi eða pólitískar áráðsmaskínu í kringum þessar samsæriskenningar, þá getur voðinn orðið víst. Og svo, en ein af ástæðunum fyrir því að svona kenningar geta verið magnaðar það að samsæri eiga sér stað. Frægt dæmi auðvitað 11. september á 2 árum, ég ætla að taka dæmi 2 ár, 1973 í Síle og 2001 í Bandaríkjunum. 1973 í Síle var magnað samsæri sem var stjórnað CIA í Bandaríkjunum
að grafa markvisst undan og að leiða til valdatöku hersins í Síle sem fór fram 11. september. Og þetta var auðvitað neitað á sínu tíma, þessu var neitað þó það var kannski almennt vissum en að það var eitthvað svona að gera. Núna algjörlega búin að dokumentera þetta, að þetta var raunverulegt samsæri sem fór fram. Þá erum við konur allt í þá stöðu að við vitum að samtök eða leyniþjónustur allra stórvelda hafa nýtt sér samsæri og hafa gert samsæri. Og það er löngu vita. Og það tengir svolítið 11. september 2001 að það eru margir sem trúa því að CIA og einhverjar aðrir aðilar hafi verið bakvið árásina tvíburaturnana. Hvers vegna trúir fólk? Já, það veit. Það er búið að sanna það að CIA hefur staðið í ýmsum samsærum. Þannig að það er svo stutt yfir í það að trúa því að já, þetta var gert, þetta var false flag, þetta var gert til þess að stunda herárásir í Miðausturlöndum og þetta var allt hluti af samsæri. Sko, þess vegna það er auðvelt að skilja hvaðan margar svona samsæriskenningar koma. Og eitt sem er kannski mjög sorglegt með samsæriskenningar sem þegar við komum að anti-vaxxers er það að það eru stórum hlutu, sérstaklega í þriðja heiminum. Taka sem dæmi. Það var nær búið að komast fyrir lömunarveiki með massífum bólusetningum. Eitt af seinustu stöðunum sem var mikil viðspyrna fyrir gegn bólusetningum var í Pakistan. Nú, það er eitt sem er merkilegt sem gerist í Pakistan. Sko, þar töldum menn að þetta var hlutir af vestrænum samsæri gegn íslensku trúarfólki. En hvað var bent á? Þegar þeir voru að elta Osama bin Laden á sínum tíma, þá nýtti bandaríska leyniþjónustan sér bólusetningar herferða til þess að njósna. Og þá voru CIA njósnarar sem þóttust vera að gera bólusetningar og þeir voru að banka upp á hurðir og fundu Osama bin Laden meðal gegnum það, sem er alveg skelfilegt vegna þess að er þá mörgulítið óeðlilegt að menn séu skeptískir á bólusetningar herferðar þegar það er að hafa verið misnotaðar svona. Þannig að ástæðan fyrir ég er að nefna á svona mörg dæmi er það að samsæriskenningar, að það sem gerir þar magnaðar er það að það er hægt að vísa í eitthvað sem er sannarlegt, til dæmis að CIA hafa staðið að samsærum og síðan er farið út í alls konar svona pseudoscience í kringum það og það verður að því að samsæriskenningarnar komast á nýtt flug. Ég veit ekki ég hef til dæmis lent í því að rífast út af 11. september við fólk, ekki bara í Bandaríkjunum, líka á Íslandi, það er ákveðin hluti af fólki sem trúir því. Þannig að ég, allavega nú svona, eftir að vera búin að hugsa svolítið mikið þetta, hvernig veit maður hvað eru samsæriskenningar og hvað ekki? Það getur stundum verið erfitt. En það er eina leiðin sem að við getum kannski fundið einhverja ástæðu fyrir því að þessi samsæriskenning sé ekki mjög líkleg, er það bara að nota röklegsta færslu. Taka sem dæmi eins og að því að við nú nefnum samsæriskenninga varðandi 11. september Bandaríkjunum, er það að það hefði þurft 10 ef ekki 100.000 einstaklinga sem hefði þurft að standa í þessu plotti til þess að gera það. Og það finnst mér anskoti ólíklegt að hafi ekki lekið út. Þannig að það er hægt að afgreiða marga samsæriskenningar svona, en aðrar er kannski aðeins erfiðar að gera, en þannig að... Og kannski nærðum aldrei öllum, Nú nærðum aldrei öllum. Herðu, en við erum nú mest talað vestræn stjórnmál, en Guðmundur komur enda við í Pakistan, þannig að nú skulum við bara fara ennþá lengra til Kína. Þar er náttúrulega allt öðruvísi pólitík og allt öðruvísi stjórnarfaraldurinn að við þekkjum. Hringir þetta einhverjum bjöllum hjá þér, Helgi? Er verið að nota samsæriskenningar til þess að auka
völd kommunistaflokksins eða kom ykkur í gegn í þjóðinni eða fyrir að grafa undan flokknum? Jú, að vísu, það Guðmundur alltaf komið mjög góðan punkt sem var það þú getur í rauninni litið á samsæriskenningar á þann hátt að er þetta eitthvað sem fólk virkilega trúir eða er þetta eitthvað sem nýtt í pólitískum tilgangi og ég verða að minni hálfu, ég bjó nú í Kína í einhver 5 ár og ég var aldrei sérstaklega var við það að almenningur í Kína sé eitthvað voða mikið í samsæriskenningum. Þú myndir ekki hitta kínverska útgáfu af QAnon fólki eða eitthvað slíkt. Eina sem ég kannski var við var ef að til dæmis það voru mótmæli gegn Japan. Það gerir svona öðru hvoru þegar japanski forsætisráðherrann til þess að þóknast einhverjum öfgahægri sinnuðum í Japan heimsækir Yasukuni shrine sem náttúrulega þessi margir stríðsglæpamenn eru ennþá heiðraðir og það náttúrulega verður allt brjálað í Kína þegar það gerist og jú, maður heyrði kannski stundum að leigubílstjórar voru að segja já, Bandaríkin þeir standa á bak við Japan og það er verið að grafa undan samfélagin okkar og svo kannski nýlega þegar mótmælin í Hong Kong átti sér stað þá voru einhverjir í Kína sem að voru sem sagt haldandi það að þetta er einhver útsendara frá CIA sem að náttúrulega gera það að verkum að fólk í Hong Kong er að mótmæla og þetta í rauninni hefur ekkert með Kína og Hong Kong að frelsa að gera, þetta er bara Bandaríkin sem að standa á bak við þetta og eins og Guðmundur var líka að benda á að það er alltaf með samsæriskenningum, það er alltaf smá korn af sannleika í því og náttúrulega við getum litið á hvað Bandaríkin hafa gert á árum kalda stríðsins í Suður-Ameríku og þannig að það í rauninni myndi ekki koma óvart ef að svo væri en það eru svona þessar helstu samsæriskenningar sem að sér í Kína. Hvað varðar ríkisstjórnina núna og svona við heiminn, þetta er ekkert eðlilegt kannski að sjá hvað er að gerast núna en það er svona einhver svona sirkus í gangi, það er svona einhver dans á milli kínverska kommunistaflokksins og aðalega bandarísku ríkisstjórnarinnar. Og til að byrja á, til að kryfja þetta eins þá þurfum við að skoða mikið af þessum hefur að gera með hvernig asísk menning fungerar. Hluti eins og gegnsæi, það bara er ekki þing í Kína. Og líka eins og þetta með COVID, þeir myndu segja þeir myndu viðurkenna mistök, það er bara ekkert eitthvað sem gerist oft í asískum menningum og kannski frægasta dæmi einfaldlega Japan, en þann dag í dag vilja þeir ekki viðurkenna hvað þeir gerðu í seinni heimsstyrjöldinni. Og þannig þetta er spurning heiður, það er svolítið virkar sem ákveðin veggur eða Kínamúr, svo má orða að þeir myndu ekki vera með gegnsæi gagnvart sínu eigin fólki eða heiminn og það náttúrulega það sem kynnti líka undir mikið af þessum samsæriskenningum. En það sem hefur náttúrulega verið á meðal almennings líka að ríkisstjórnin í Kína náttúrulega hefur rosalega sterkt kontról á internetinu. Þannig að á sama máta á fólk í Kína kannski fangelsað og handtekið og svona fyrir að gagnrýna ríkisstjórnina, þá eru þeir líka í raun oft sóttir ef að þeir eru að standa á bak við einhverja svona orðróma eða samsæriskenning, eða reyna að fletja áfram einhverju samsæriskenningum. Fólk er bara einfaldlega ákært fyrir svoleiðis. Þannig að það er svona ákveðin vinkill sem stöðvar mikið að þessari geðveiki sem við sjáum á netinu. En svo, til dæmis þegar COVID byrjar, það er náttúrulega, svo munum þessi læknir Li Wenliang sem hann tekur eftir í desember 2019 að hann í rauninni, uppgötvar þessa sem myndi setna vera að heita COVID-19. Hann er strax leið og hann segir við kollega sína, ég er búinn að uppgötva nýja veiru. Hann sendi þetta í lokuðum WeChat-hópi, eða svona eins og Messenger. Og hann er handtekinn og hann er látinn skrifa undir skjal sem segir að hann hafi verið að koma af stað einhverjum orðrómum og hann hafi verið að koma í rauninni af samsæriskenningum. Þetta er mjög algengt í Kína að ríkisstjórnin notar þetta í þeim tilgangi að nei, þessi einstaklingur, hann er bara að ljúga, þeir eru bara að koma af stað einhverjum samsæriskenningum og þetta er mjög hentug ásökun. Þannig við vitum ekki alltaf hvort þetta sé virkilega raunverulegt eða hvort þetta sé bara samsæriskenning. Þannig að jú, það er ekkert gagnsæi þegar kemur að kínversku ríkisstjórninni við almenning eða heiminn og það er náttúrulega eins og ég sagði kynntir undirboða mikið af þessu. Hulda kom líka með mjög góðan punkt á hann sem var að segja að undirliggjandi ástæði fyrir öllu þessu er vantraust. Og þú getur ekki beðið
betra dæmi af með kínversku ríkisstjórnina í rauninni bara einræðisstjórn með kapítalískan efnahag sem orðin nýji óvinur Bandaríkjanna í þessu nýja kaldastríði sem við búum í. Þú veist, þetta í rauninni hafa þeir ekkert verið að setja fram samsæriskenningar af sínu eigin tagi, en það sem gerist eftir Trump, þessi trumpismi að búa til sínar eigin staðreyndir og þetta fake news og allt þetta í rauninni, þetta féll mjög vel inn í orðaforða kínversku ríkisstjórnarinnar. Núna að sjá, ég meina ef að Mike Pompeo að reyna að halda því fram að þetta hafi verið búið til á einhverju kínverskri einhverju lab í Wuhan, okkur megum við þá ekki segja að þið hafi komið með veiruna í gegnum herinn eða þetta hafi komið í gegnum frosna pítsur sem voru sendar til Kína. Og náttúrulega það ég var sjálfur reyndar í Wuhan 4 dögum áður en að fyrsta smiti kom upp 13. nóvember 2019. Sem mjög grunsamlegt í sjálfum sér. Já, ég ekki að hósta samt ég lofaði því. Nei, en það sem gerðist mánuði áður en að ég mætti til Wuhan, þá var öll borgin bara lokuð. Það var eitthvað í gangi sem heitir The Military Games, herleikirnir, og þetta haldið árlega, og þá voru þátttakendur frá 100 löndum sem komu til Wuhan og tóku þátt í þessu, og þá hann Zhao Lijian, talsmaður kínversku utanríkisráðuneytisins, hann segir mjög snemma í tweeti að tístar það að það getur hafa verið Bandaríkin sem komið með þetta. Og svo segir nýlega talsmaður kollegi hans Hua Chunying vitnaði í einhverja ítalska rannsókn sem segir að COVID hafi í rauninni byrjað ekki í Wuhan, heldur byrjað út allan heim samtímis, og ég held að þeir, ástæðan fyrir þeir eru miklu djarfari og miklu viljuri til þess að ýta þessum samsæriskenningum áfram ekki endilega vegna þess að þeir trúa því sjálfir, heldur fyrsta lagi vegna þess að þetta hjálpar náttúrulega ríkisstjórninni voða mikið við að beina allri athyglinni frá sök kínversku ríkisstjórnarinnar og í einhverja aðrar áttir, og líka bara einfaldlega vegna þess að þeir eru búin að sjá það með Donald Trump og Brexit og allt þetta. Í rauninni alheimspólitík, þú þarft ekki að svara fyrir legar. Þú þarft ekki að svara fyrir, það ekki lengur að þú ferð og lýgur að einhverju og svo bara ertu fact-checkaður og þú ert að segja af þér. Í rauninni það sem þú gerir ef þú lýgur, og ef fólk nú þegar með þér í liði, þá bara fara þeir að trúa þínum eigin legum. Og við á Íslandi höfum ekkert endilega kynnst voða mikið kínverskri aðsókn eða kínverskum pólitík, en ég held að kannski eina dæmið og kannski besta dæmið þetta var þegar Huang Nubo vildi kaupa Grímstad á Fjöllum á sínum tíma, og það var það sem ég skrifaði í mastersritgerð minni, og það voru rosalega skemmtilega samsæriskenningar sem ég fekk að lesa á þeim tíma þegar ég var að rannsaka það mál. Í fyrsta lagi það náttúrulega það sem ég var að minnast á með gegnsæi, Huang Nubo náttúrulega, hann að kaupa risastór landsvæði fyrir austan, og hann ekkert að hugsa, nei, á ég halda kannski fyrirlestur upp í HÍ, að ég kynna íslensku samfélagi fyrir áformum mínum, nei, hann bara fer og vill tala beint við Ögmund Jónasson. Hann vill eiga fund með innanríkisráðherra og hann vill bara sannfæra hann að leyfa sér að kaupa Grímstad á Fjöllum. Hann á peninginn og Ögmundur hann í ríkisstjórninni, af hverju þarf ég eitthvað að vera að tala við almenning þetta. Og svo náttúrulega sem kemur af stað náttúrulega rosalega samsæriskenningar. Ég man, fólk var að halda því fram að ef við leyfum hann að kaupa Grímstad á Fjöllum, þá bara næsta dag voru kínverskir skriðdrekar mættir niður á Austurvöll og Egilsstaðir verður bara kínversk herstöð og svona. Þannig að já, hvað varðar Kína þá fyrsta lagi það að ríkisstjórnin vill náttúrulega bara halda sér við völd, og hún notar í rauninni samsæriskenningar sem svar við samsæriskenningar annara í heiminum, en út af því að það svo mikið vantraust, þá í rauninni verða alltaf samsæriskenningar til, sérstaklega þegar þú ert að díla við land eins og Kína sem bara í rauninni svo lokað til að byrja með. Hulda, þetta voru ágættir skýrslur frá þeim félögum. Ótrúlega gaman að heyra sem þið hafið að segja. Já, en það sem þeir eru að segja raunverulega svona samsæriskenningar bara orðin hluti af stjórnmálum eins og eru háð í dag. Þau eru bara eiginlega, þær eru viðurkenndar sem bara aðferð í, og að því að við kannski mest að þessu uppruna sem í Bandaríkjunum, að til dæmis að því að núna verið að samsæri að kosningarnar hafi verið svindlaðar á kosningunum, það verið kosningasvindl. Það var líka í síðustu kosningum að þá áttu Rússar að hafa einhvern veginn tryggt Trump sigri, þannig að það eru báðar fylkingar slá sig með svona frekar absúrt samsæriskenningum.
Já, þessna einmitt lagði nú áherslu á þarna áðan að við erum ekki með einmitt svona mjög nýleg gögn áhrifamátt samsæriskenningana og mér fannst þetta frábært eins og talaði með Brexit, auðvitað var þar undirliggjandi einmitt svona tengt til alls konar og þetta er náttúrulega annað sem ég hef stúderað svolítið er óttinn og þetta náttúrulega tvennt er mjög oft í samtali og náttúrulega annað sem hún kannski myndist ekki sérstaklega á Guðmundur sem þetta Brexit en þó það var þarna einmitt undirliggjandi að það var náttúrulega samsæriskenningin sem er að múslimar ætli sér að taka yfir Evrópu og þeir hafi sent útsendara sérstaka sem er að vinna í því og það sé engin tilviljun eignir svona mörg börn, það er allt með ráðum gert til þess að taka yfir og það var náttúrulega auðvitað verið að spila inn á hana líka fyrir utan allt þetta með Tyrkina inn og svo framvegis og já, ég held að það var náttúrulega bara mjög mikið breyst með Trump þegar almenningur og aðra ríkisstjórnir eins og Helgi nefni Kína sjá bara hvað þú kemst upp með. Þannig að já, við höfum það sem við séð á Íslandi að svona aðeins örfáir pólitíkusar daðra við að tala djúpríkið sem er náttúrulega ríkur þáttur í QAnon. QAnon bara tekur það miklu lengra. En já, svona verður spennandi að sjá hvort að sá flokkur sem hefur svona helst verið að tala fyrir því, hvort að hann fer á flug með það núna fyrir næstu alþingiskosningar. Guðmundur nefndi svona menningarlegan marxisma, maður heyrir það úr sama ranni. Annars er gaman að segja frá því, ég var að gera bók með norrænum kollegum mínum og Ísland, nú sést náttúrulega ekki neitt að því með grínskri, þannig að Eiríki Bergmann, þetta er sem sagt samsæriskenningar á Norðurlöndum og heill hópur af fræðimönnum sem voru í þessu. Og er hún svona frekar þunn á meðan að hún er nefnilega ansið þunn, hún er mjög þunn og þetta var svona, þetta er bara fyrsta sem kemur út á prentu það. Þetta er skemmtilegt. En það sem ég langa að nefna í því samhengi er að síðasti kaflinn fjallar samsæriskenningar Norðurlöndin. Og það er eitthvað svo sem Ísland spilar þar ekki stórt hlutverk en það erum við bara svo lítil að fólk nennir nú ekki mikið að vera að semja með okkur samsæriskenningar en það er svo samsæriskenning eins og í Eystrasaltinu og í Rússlandi og svo niður eftir Austur-Evrópu að Norðmenn og Svíar séu meðvitaðir með að grafa undan fjölskyldunni og bara Norðmenn ætli sér hreinlega að gera alla samkynhneigða. Og þar sé börn séu tekin frá mæðrum sínum og bara alin upp í eitthvað skonar, ég veit það ekki, eitthvað svona samyrkjubúum en þó gott betur og Danir eru taldir það er smá sannleikspunktur í þessu vegna þess að Norðmenn gerðu þetta raunverulega við sama á sínum tíma og það er ekki svo langt síðan. Akkurat, einmitt þetta veist ég til dæmis ekki. Og Danir því það var einmitt aftur með sannleikskorti, það var víst eftir í lögum hjá þeim eitthvað með sem að í sambandi við dýraníð eða kynferðislegt samneyti við dýr, það er einhvern veginn orðið eftir eitthvað þar að breyta því og það er þá samsæriskenning ranghugmynd að Danir misnoti dýr kynferðislegum tilgangi, þeirra frjálslyndi í kynferðismálum sé orðið svo afbakað að þeir telji það í lagi. Og já, Ísland spilar bara svona þarna með, það er kannski ekki beint samsærið, svona eina sem er nefnt í þessari bók þegar var talað að íslenska ríki væri að borga útlendingum fyrir að giftast íslenskum konum, ég var skortur á íslenskum karlmönnum, ég man ekki alveg hvað eða þurfti að gera genapúljuna fjölbreyttari, ég man ekki nákvæmlega hvað það var, hver ástæðan átti að vera. Það er ég man eftir þess að því alltaf vinkonum mín að segja alltaf, þeir vita alltaf nákvæmlega hvenar þetta mím kemur upp, af því þeir fá alltaf svo mikið beiðnum frá Miðausturlöndum. Ég held að sé þannig að, já, út af kynjahallanum þá íslenska ríki mun borgaði $1 milljón til að flytja til Íslands og giftast íslenskri konum. Já, þú tekur að því þykir möguleg. Já, það er gaman að því maður er síðan meðvitaður samsæriskenningar eigin heimshluta. En eigum við að taka smá áhrifin á íslensk stjórnmál. Við höfum nefnt að það er að fólk sé að vinna fyrir erlenda hrækamaðssjóði til þess að koma íslenska hagkerfinu illa, grafa undan þeim sem að reyna að standa vörð íslenska hagsmuni, við þekkjum þetta. Við þekkjum
það þetta tal menningarlegan marxisma, hann bæði Sigmundur hefur skrifað þetta, en það líka svona tengist kanadískum geðlækni samfræðingi sem hefur fjallað þetta. Það djúpríkið, það heyrist stundum á Íslandi. Ég held að hafi heyrst inn á þingi, bæði hjá Ingu Sæland og einhverjum af miðflokknum. Þetta eru kenningar sem eru ríkjandi. Þetta að Evrópusambandið, að það séu einhver öfl í íslensku stjórnmálum sem að vilja raunverulega brjóta niður fullveldi Íslands til þess að færa það til Brussel. Þetta heyrist í umræðunni og við höfum öll heyrt þetta, þannig að þetta nógu víða til þess að þetta raunverulega hluti af bara umræðu Íslendinga samfélagið. Ég veit ekki, myndir segja að vera samsæriskenninga þetta síðasta sem þú nefndir, með að elíta sem vill ganga í Evrópusambandið og þar með gefa eftir hluta fullveldi landsins. Það ekki bara frekar pólitísk skoðun? Nei, það stillt upp þannig eins og að á yfirborðinu séu menn að fara að sækja ýmisleg réttindi til Evrópusambandsins, en á bakvið þetta fólk, stundum það sagt þannig að þetta fólk bara að hugsa að fá góða vinnu í Brussel í framhaldinu, en stundum það eins og það séu bara eiginlega svona agendar frá Brussel að grafa undan fullveldi íslensku þjóðarinnar. En þetta þannig að mér langar aðeins að velta því upp hvort að því að þið fóru svolítið að tala að stjórnmálamenn noti þetta og verði kannski að vísa til þess, kannski eru þeir sem aðhyllast svona hugmyndir nógu stórir. Það oft talað svona hundaflaut í Bandaríkjunum, að þú þarft eiginlega að gefa eitthvað vinkin í þessa hópa, að þú sért ekki á móti þeim eða einhver leyti að segja eitthvað sem að gæti lokka það á kjörstað, þannig að þú sért kannski að taka undir samsæriskenningarnar. Erum við komið þangað? Hvað áhrif að það haldið? Guðmundur, þú byrjaði þessu. Hvað áhrif að svona samsæriskenningar geti haft bara á stjórnmálin á næstu missunum og kosningaári, þá fer hít í allt saman og allir menn vera oft desperat og teygja sig í alls konar vopn í baráttunni? Já, ég held að leikillinn að þessu það að mikið af samsæriskenningum sem koma á Íslandi, þær tengjast svona eins og maður segir alþjóðlegum straumum í samsæriskenningum, til dæmis með menningarlega marxismann. Og þetta verður svona ákveðin tíska, sérstaklega innan svona populískra hægri hreyfinga, eins og Miðflokkurinn að þetta sé einhvers konar samsæri. Þetta sé í raun og veru stórt samsæri og sé búin að vera í gangi alveg frá því að marxistar hefðu sest niður í Frankfurt-skólanum á 7. áratugnum og þeir hafi bara sett plan í gang sem átti að smátt að grafa undan gildum kirkjunar og vestræna gilda og fjölskyldunar og allt sem að hægrimenn vilja standa vörðum. Og þessi kenning hefur komið til Íslands, meðal annars í gegnum Peterson, eins og varst að nefna Kanadamanni, að þetta kemur að hluti, og þetta tengt inn á íslenska pólitík það að það sé ákveðin svona elíta eða einhver svona smá djúpríki á Íslandi sem taki þátt í þessu samsæri. Meðal annars í gegnum skólakerfi, það mjög vinsælt að nefna þetta sem í tengslu við skólakerfi, að það sé búin áratugi, búin að plana það að heila svo börn innan skólakerfisins til þess að grafa undan vestrænni menningu, meðal annars að skólakerfi bera ábyrgð á því að það sé búið að viðurkenna núna réttindi samkynhneigðra, það séu að feminismannum sé trofið, börnum sé innrættur feminismi sem grafi undan fjölskyldun og svo framvegis. Þannig að þetta finnst alveg á Íslandi. Svo eru svona kannski eins og maður segir svona skemmtilega samsæriskenningar sem svona léttklikka samsæriskenningar eins og komi í kringum kaupin upp á Miðhálendinu, Möðruvöllum sem að Helgi minntist á áðan með Kínverjan. Þannig að það eru þessar kenningar þær finnast og djúpríkið orðið núna svolítið í tísku, það að það sé hluti af
að það sé ákveðið batteri innan ríkiskerfisins eða opinbera kerfisins, þar að segja embættismenn og stjórnmálamenn og dómskerfið og skólakerfið og allt það, að það sé ákveðin svona klíka. Þetta svona með svolítið speglun á protokolls og frímúrarunum sem að Hulda myndist á. Þess að frímúrarar samsæriskenningar hafa þetta verið þekktar á Íslandi. Það sé ákveðin svona kapall af fólki sem að sko plotti allt undir niðri. Og sko þarna tengist það sko sannleikskornunum. Þú getur verið trúað því að það sé ákveðin kapall sem að sé beita öllu og sé að skara elda sinni eigin köku, vegna þess að það eru ákveðin stjórnmála batteri og stjórnmála sem eru að skara eldað eigin köku. Það er að segja, en sko að þú getur takað það er hægt að segja það er hægt að færa mjög sterk rök fyrir því meðal annars, og það er mikið í umræðan í dag á Íslandi, að Sjálfstæðisflokkurinn sé með mjög sterk tengsl inn í allt ríkisbatterið og dómskerfið, og það er alveg á hreinu, og það er hægt að kortleggja þetta, það er hægt að kortleggja pólitísku skoðanir dómar og sýslumanna og lögreglustjóra og allt það er hægt að kortleggja það, og þá er tiltölulega auðvelt að taka næsta skrefi. Heyrðu, þetta er bara hluti af samsæri. Það er að segja, það er einhver svona kapall sem er að búa til svona samsæri, þar sem að þeir séu að þetta sé allt, sko, þeir hittist í einhverju reykmættum herbergjum, kannski ekki reykmættum lengur í dag, en að þetta sé einhver svona hluti af samsæri. Já, Guðmundur, þetta er náttúrulega, þetta er einkavinavæðing, nú bara orð sem að nær utanum þetta. En ég ætla aðeins að því að ég veit að Hulda þarf að fara og mér langar aðeins að heyra frá henni, sko, hvort hún telji að svona samsæriskenningar muni líta íslensku stjórnmálinu, jáfnvel núna á kosningaári, svo heyri ég ykkur aftur. Það er bara aðeins að kveðja Huldu með því að spyrja með þessari spurningu. Ég þakkaði fyrir það, Gunnar Smári. Ég held að við munum mögulega sjá eitthvað meira, því nú erum við komið stjórnmálaflokks, miðflokkinn, þar sem að hann hefur greinlega aðeins verið að blása í hundablístruna og kannski meiri segja bara blístru sem ekki bara hundar heyra, og þannig að ég held að hann mun pottþétt sko prófa sig áfram með þessar kenningar, sjá hvort þær er að falla í kramið og gera eitthvað. Ég held sko, við munum seint held ég ná sama flugi með svona heimatilbúna samsæriskenningar gagnvart íslenskum stjórnmálamönnum og við sjáum í stærri ríkjum, einfaldlega held ég út af smæðin. Það er bara of stutt í valdið hérna yfirleitt. Það er bara Dóra frænka sem situr á þingi eða eitthvað svoleiðis, þannig að sko ég held að þó auðvitað eigi ekki allir Dóru frænku á þingi, en þá er almennt mun styttra í valdið hér heldur en í öðrum þjóðum, þannig að það er minni púlía og auðvitað er þetta ekki mjög hátt hlutfall sem að verður svona eitilharður kannski samsæriskenninga stuðningsmaður, þú veist það er eitt að trúa eitilhart, annað vera kannski svona, þannig að ég held að... Við vitum það að stjórnmálin geta sko breyst, það getur orðið straumhverfi í stjórnmálum með því að sko 4 eða 5% færið sér til, það er náttúrulega Brexit er skipt dæmi þetta, kosning Trumps, það þarf ekki að samfæra alla, það er nóg fyrir því að ná 4% meira heldur en síðast til þess að raunverulega, og svo fara allir hinir flokkarnir af því að þú náðir einhverjum árangri að bara tala eins og þú, eins og til dæmis áberandi í innflytjendamálum í Skandinavíu sem að flokkar með litla sveiflu geta raunverulega stjórna allri umræðum. Já. Og þá náttúrulega það sem ég ætlaði bara að bæta við hérna síðast, það tengist mjög því, að það er náttúrulega ef það kemur fram þessi sko öflugi leiðtogi sem að talar svona, sem nær til fólksins einhverjum ástæðum, svona þessi populíski leiðtogi, sko, maður veit aldrei hvernig hann sprettur fram. Og... Nú meinar að Sigmundur Davíðs sé ekki sterkur populísku leiðtogi? Já, hann hefur allavega... Já, hann hefur klárlega ákveðin styrk, en líklega ekki þann slagkraft sem ég er að tala í þessu samhengi. En það er ekkert að neita því, hann hefur verið vinsæll stjórnmálamaður hérna gegn tíðina, en hann er ekki núna á þeim stað að vera með hennar mikla slagkraft. Þannig að
sko það virðist oft eitt og sér duga til þú ert með svona ákveðin önnur element í gangi. Þannig að ég skal ekki segja, en já, ég held að fá aðeins aukið vægi en ekki fara alveg á flug. Ok, þakka ég kærlega fyrir Hulda og við ætlum að sleppa þér og ég ætla að tók hvort að Verið sælir. Takk. Ég ætla að tók hvort að Guðmundur muni þarna þetta litla sem Já, ég ætla sko það sem ég var að segja það að sko það munur á samsæriskenningum, það að segja að þetta sé eitthvað sko plott bak við tjöldin að halda utanum að eða bara nakinni pólitískri hagsmunagæslu. Við skulum passa okkur að það falli ekki þá gildru að nakin pólitísk hagsmunagæsla alveg sér íslenskt fyrirbæri og búin að vera, ekki sér íslenskt, en það búin að vera lengi viðloðandi íslensk stjórnmál þessi hagsmunagæsla og hún hefur raun og veru verið mestu leyti á yfirborðinu. Það að segja, þetta ekki neitt, sko, að það ekki einhverjum menn í bakherbergjum sem að segja það, nú ætlum við að hittast allir og tryggja það að Samherji fái allan kvótan. Heldur það einfaldlega að batteri sem slíkt í hagsmunagæslu fyrir ákveðin öfl. Það í raun og veru ekki samsæriskenningar, en ákveðin kaldhæðni það að vopnið, eða það segja gagnrýni og samsæriskenningar stundum notað til að lemja á þeim sem í raun og veru að gagnrýna misnotkun á valdi. Og þá við komnir í hring. Það að segja, þú ert að nota gagnrýna á samsæriskenningar það að ef ég gagnrýni til dæmis Sjálfstæðisflokkinn fyrir misnotkun á valdi í dómskerfinu, í efnahagskerfinu og svo framvegis, þú í einhverjum samsæriskenningarleik núna? Og þarna við komnir með svolítið athyglisverðan pólitíska vinkil á það að þarna verið að nota gagnrýni á samsæriskenningar sem pólitísk vopn, eins og samsæriskenningar síðan notaðar. Það ekki samsæriskenning að samtök atvinnulífsins berjist fyrir því að halda launakostnaði eins mikið niðri og mögulegt til þess að hagnaður fyrirtækja eigandana verði sem mestur. Nei, nákvæmlega ekki. Helgi, má ég biðja þig að reyna að meta það? Já. Kannski ég sérfræðingur í Kína en þú náttúrulega Íslendingur. Hvað heldur að samsæriskenningar eftir að hafa svona stærra rými í stjórnmálumræðunni? Á Ísland? Ég veit ekki alveg með aðdraganda kosninga. Ég hef búin að vera svona mikið að hugsa seinustu árin og kannski líka sérstaklega bara eftir COVID og náttúrulega eins og allir hef ég haft aðeins svo mikinn tíma einn með sjálfum mér hérna heima í stofu til að hugsa hvernig framtíðin eftir að líta út. Þegar náttúrulega kemur að Kína, ég man bara þess að ég var að minnast á Núbo málefnið þegar ég held að aðal ástæðan fyrir því að mikið af þessum samsæriskenningum sem við sáum á Íslandi í tengslu við Kína og tengslu við Núbo og allt það byggðist náttúrulega fyrst og fremst bara á vanþekkingu. Og þegar við vitum kannski, það þessi gamla góða þessi frasi það að maður sem fer til Kína eftir 1 mánuð þá getur hann skrifa heila bók Kína, eftir 1 ár að ég vera þá getur hann skrifa eina grein, en eftir 10 ár þá getur hann ekki skrifa neitt vegna þess að hann veit að því meira sem hann þekkir, því minna áttar sig á því á hvernig landið virkilega fungerar. Og þegar þegar þessi umræða Kína og hún kemur oftar upp á Íslandi náttúrulega skiljanlega, þetta stórt land við litum lítið og lítið landið, þetta náttúrulega mannréttindin langt frá því að vera góð og þannig að það skiljanlega að það eru samsæriskenningar sem eru til staðar, en við fókusum kannski aðeins svo mikið á bleika fílinn fyrir framan okkur þegar alvöru ógnin virkilega við hliðina á okkur. Það í rauninni rétt að Kína óskaðist eftir fríverslunarsamning við Ísland út af aðgengi að norðurskautinu. Við erum náttúrulega þjóð sem ekki í ESB, við erum samt í NATO, við erum herlaus, við eigum sögu af því að vera svolítið miklu apar þegar kemur að peningum. Þannig að það myndi ekki koma mér á óvart á næstu 10 árum ef að Kína reynir kannski að koma aðeins meira í mjúkin hjá okkur til þess að fá betra aðgengi að norðurskautinu. En þegar ég var að útskýra til dæmis fyrir prófessornum mínum í Peking þetta efni sem langaði að skrifa þetta Núbo á Grímsstöðum og já, ég var að segja frá, já, margir á Íslandi héldu bara einmitt að Núbo væri bara einhver trójuhestur sem að kínverska ríkisstjórnin ætlaði að planta inn og svo ætlaði þeir að sitta og hitt og þetta og þeir fóru bara að hlæja. Þeir sögðu bara hreint út, kallinn minn, ég vildi óska þess að ríkisstjórnin mín væri svona vel skipulögð.
Þannig að það, en svo eitt annað sem að, svona kannski algengasta samsæriskenningi sem ég langar kannski að slökkva á bara hér og nú vegna þess að ég heyri þetta svo oft og það með þetta að, já sko, þú að passa á Kínverjum, þeir hugsa ekki eins og við, þeir hugsa bara árhundruðu fram í tíman. Nei, þeir gera það ekki, þetta misskilningur sem byggt á mistúlkun. Þegar að Nixon fer til Kína 1973 og Henry Kissinger hafði verið þar á undan, var Mao Zedong spurður hvað finnst þér hvort að Mao Zedong eða Zhou Enlai Zhou Enlai held ég hvað finnst þér já, akkurat og hann þeir heldu að þeir voru að tala byltinguna 1789 en Kínverjarnir mistúlkuðu þetta það var mistúlkun í þessu þeir heldu að þeir voru að tala óerðir í París hvað var 68 eða 69 þannig að þeir sagði að það ennþá of snemmt að segja þannig að Bandaríkjamenn sögðu, wow, þeir eru ennþá að segja það of snemmt að segja frá eitthvað sem gerist 1789 þannig að það verður til þess að við höldum að þeir séu bara með einhver þvílík plön langt fram í tíman þegar raunin að þeir eru kannski alveg jafn nýir í allir þessu náttúrulega Kína hefur bara verið í samskiptum við umheiminn almennilega bara í ykkur 4-5 áratugi þannig að þetta ennþá mjög nýtt fyrir þeim líka þannig að já, ég held að samsærin, það muni örugglega koma pop-up öðru hvoru því meira sem Kína hefur samskipti við Ísland en ég held að bara aðal hvatningi sem ég myndi segja bara að fólk ætti að reyna að kynna þjóðina aðeins betur því þá færðu að sjá hvort það sé raunveruleg hætta eða ekki og það náttúrulega hjálpar okkur í bara almennu samskipti við höfuð. Takk fyrir þetta, það áminning það að það hægt að búa til samsæriskenningar úr korni sannleiks en það ekkert verra að hafa smá misskilning með eins og þú nefndir í sambandi við Zhou Enlai og Nixon. En ég þakka ykkur kærlega fyrir Guðmundur og Helgi og endurtek þakki mína til Huldu sem var hérna með okkur lengst af. Ég þakka hlustendur fyrir að stoppa hérna við. Ég minni á að þessi þáttur og aðrir þættir samstöðunar eru aðgengilegir á síðum samstöðunar á Facebook og YouTube og líka vef samstöðunar. Þessi þáttur ætti að verða aðgengilegur í helstu hlaðvarpsveitum fljótlega. Á morgun verður rauðaborðið aftur hérna klukkan 8. Þá kemur svona þjóðhagsráð rauðaborðsins hagfræðingarnir og við munum ræða sölu banka og líklega líka efnahagsaðgerðir Joe Biden og kannski bera þær saman við efnahagsaðgerðir Katrínar Jakobsdóttur í tilefni af kórónufaraldrinum. En takk fyrir í kvöld.